Hvernig það að vinna við svona yfirvofandi hættu? Þetta bara skrítið fyrir það fyrsta, sko. Þetta mjög óvanalegt og eitthvað sem maður gleymir sjálfsagt seint, sko. Og ég kem nú svo sem ég bara pípulækningameistari og þetta svona þessu öðruvísi kerfi að vinna við heil bæjarfélög, ekki bara ein íbúð eða eitt húsnæði. Ja, maður var svolítið svona, viðurkenna það, svolítið skelkaður í þessum látum. En svo hefur þetta bara náttúrulega undið aðeins upp á sig eftir það að vera að reyna að halda Grindavík kerfinu öllu gangandi í öllu sem búið í gangi þar. Það hlýtur að taka svolítið álíka andlega að vera alltaf að byrja upp á nýtt. Já, það reynir alveg á og tekur á alla held ég, sko. Ég held að það sé svona í eðli okkar að við vitum alveg alvörun á bakvið þetta, hvað undir, öll lífsgæðin okkar og allt sem liggur undir og ég held að maður þurfti aldrei á neinu tímapunkti að biðja menn eitthvað sérstaklega, bara hvað get ég gert, hvernig staða. Í þessu tilfelli þá þurftum við bara að lengja opnunartíma þjónustuversins bara með stuttum fyrirvara og á þessu tímabili sem hefði þá annars verið í rauninni bara álag á bakvakt sem enginn hefði getað sinnt, einn starfsmaður, þá á þessu, þetta eru nokkri dagar, þá voru að taka 900 símtöl. Við erum bara búin að vera meira að minna dag og nótt síðan í miðjan nóvember. Hvað hefur verið svona mesta áskorun bara fyrir þig persónulega í öllu þessu sem hefur gengið á? Ég myndi segja að það að ná að hvílast, sko. Mér finnst það persónulega hefur það kannski verið erfiðast. Ná að slaka á og ná að sofna bara og taka hugan frá þessu. Mér finnst það kannski það sem hefur verið erfiðast í þessu. Þetta alveg strembi, sko. Hausinn hættir ekkert þegar maður kemur heim, sko. Maður ennþá að hugsa, gerði ég eitthvað rugl í dag eða hefði átt að gera þetta einhvern öðruvísi eða hvenær hvíli ég mig eða mér langar í frí, sko. Þetta kemur allt upp og ég held að maður átti sig ekki á þessu strax. Við erum náttúrulega bara að leggja fókus á öryggi og viljum allir komi heilir heim alltaf og það hefur einhvern veginn verið númer 1, 2 og 3. Það vel hugsað okkur. Við erum með tetrastöðar, við erum með talstöðar okkar á milli. Flest okkar ef ekki allir eru með síma og þeir hjá Eflu sem eru fyrir almannavarnir. Það drónaflug yfir okkur. Landhelgisgæslan hefur verið líka. En ég ætla líka að segja það. Við höfum þó átt þess kost að geta stimplað okkur út eftir langan dag. En ég ætla að hrósa sérstaklega Grindvíkingum okkar í vinnu. Því að þau hafa ekki bara mist vinnustæðin sinn, heldur líka heimila og mátt ekki fara heim til sín. Og það eitthvað sem ég held ekki neinn hér á landi geti sett sér þeirra spor fyrir að lenda í því og bara hrós til þeirra. Þú ert í rauninni með tvöfalt álag. Þú ert annars vegar það að þú ert í persónulegri bara áfalli og hamförum og svo í rauninni kannski það sem getur veitt þér sálfræðilega svona sálfræðilegt öryggir mæti vinnuna, sérstaklega ef þú ert að það líka óreiða þar. En eðlilega fólk að gangi inn mikla erfiðleika og þurfa sér rými og við höfum alveg veitt það. Hvernig svona bara mannlega hliðin að halda utan starfsfólk? Akkurat, við höfum farið í þannig vinnu með þeim sem hafa óskað eftir því og bæði hópum og einstaklingum. Þannig að við erum svolítið bara að spila þetta núna og erum svolítið að lenda í þessu akkurat núna með þessi sálræni hluti, sko. Þannig að já, við erum að reyna að hlúa bara vel að fólkinu okkar og viljum öllum líði vel, pössum auðvitað upp á hvíldartíma og allt það hjá öllum en þetta tekur á og við þurfum klárlega að hlúa þessu og þetta er eitt af því sem við erum bara að vinna í núna. Við erum það með samningu í vinnuvernd þar sem við erum með sálfræðinga sem eru þá til taks fyrir okkur en svo hefur líka verið með sértæk úrræði fyrir þá sem að hafa viljað þykja það. Og svona almennt ótrúlega kjarkur í okkar fólki og ég held líka við passa okkur að halda sérstaklega vel utan fólki okkar, ítrekka að vera með samtölin við fólki okkar. Það sem kannski erfiðast í þessu eða það sem reynt mest á þessi óvissa. Við vitum að það yfirvofandi gos eða það eitthvað að koma en að vita ekki hvar það kemur, hvaða áhrif hugsanlega þetta hefur á innviðin okkar. Það kannski það erfiðast. Ég held að það sé alveg ljóst að eftir einhver tíma, einhver misseri þá áttar maður sig á því að maður var í atburði sem mun fylgja Íslendingum og sérstaklega Suðurnesjabúum held ég mjög langan tíma.